Góðan daginn og velkomin aftur. Í þessum þætti munum við líta á Daníel kafla 9 og við munum líta á nokkur mjög mikilvæg efni sem að Jesús segir að lesandi biblíunnar eiga að skilja. Það jú í þessum kafla þar sem við finnum viðurstyggð eyðileggingarinnar sem Jesús talar í Mattheusar Guðspjalli kafla 24. Það einnig í þessum kafla og í þessari rannsókn þar sem við munum komast að því hvað fjórða dýrið heitir. Við skulum hefjast handa með að líta á hvernig 9. kafli Daníels bókar byrjar. Daníel, eins og þið munið, er gyðingur og hann hefur verið í útlegð næstum alla ævi. Þegar við fyrst kynntumst honum í 1. kafla Daníels bókar, þá var hann ungur maður sem var herleiddur frá Jerúsalem til Babylóníu. Og nú, í upphafi 9. kafla munum við komast að því að það var uppfylling spádóms sem gefin var spámanninum Jeremía. Daníel er hér að rannsaka bók Jeremía og kemst að því að spádómurinn var að renna upp. Nú eiga gyðingarnir að mega fara aftur til Jerúsalem til þess að endurbyggja borgina eftir að hún var tortímd af Nebúkadnesari. Sjáum hvað Daníel segir. Á fyrsta ári Daríusar, sem var sonur Xerxesar, medískur að ætt og orðinn konungur í ríki Kaldea, á fyrsta stjórnarári hans, leitaði ég Daníel í ritningunum að því hve mörg ár Jerúsalem skyldi liggja í rústum samkvæmt orði drottins sem vitraðist Jeremía spámanni og reyndust þau 70. Svo Jeremía spámaður spáði því fyrir að Jerúsalem myndi tortímast og liggja í rúst í 70 ár. Þetta tímabil hófst í 1. kafla Daníels bókar þegar hann og hinir gyðingarnir voru herleiddir til Babylóníu. Nú eru 70 ár liðin síðan að sá atburður átti sér stað og Daníel er hér á bæn og biður til Guðs að hann megi miskunna gyðingunum og að þeir megi fá leyfi til þess að fara aftur heim og endurbyggja borg sína. Svo gerist það í 20. og 3. versi að Guð svarar bæn Daníels. Sjáum hvað hann segir. Engillinn Gabríel birtist Daníel og segir við hann: Daníel, hingað er ég komin til að veita þér glöggvan skilning. Svo engillinn Gabríel er komin til þess að útskýra fyrir Daníel hvað mun gerast við fólkið hans í framtíðinni. Vers 24. 70 vikur eru útmældar þjóð þinni og hinni heilögu borg þinni, þar til mælir misgjörða þinnar er fullur og syndirnar afpláaðar. Þar til friðþæging verður fyrir ranglæti og eilíft réttlæti kemur á. Sýnir spámannsins rætast og hið háheilaga hlýtur smurningu. Svo hér útskýrir Gabríel að þau mun ennþá líða ákveðin tími þangað til eilíf friðþæging verður veitt fyrir sakir ranglætisins. Og hann segir nákvæmlega hversu langur tími það mun verða. 70 vikur eru útmældar þjóð þinni. Takið eftir því að Ísrael átti að vera í útlegð í 70 ár. Hér segir Gabríel að það verða 70 vikur bættar ofan á það og þetta ekki bara venjulegar vikur. Þetta eru spádómsvikur. Hvað meina ég með því? Í 4. Mósebók, kafla 14, versi 34, finnum við athyglisvert atvik. Hér segir drottinn:
Þið könnuðu landið í 40 daga og þið skuluð gjalda misgjörðir ykkar í 40 ár, 1 ár fyrir hvern dag. Svo hér, þegar Ísraelsmenn fyrst komu til Kananslandsins, þá skoðuðu þeir sig í landinu í 40 daga, en syndguðu svo gegn Guði. Og vegna þess munu þeir gjalda misgjörðir sínar í 40 ár, 1 ár fyrir hvern dag. Við sjáum þetta birtast aftur í Esekielbók, kafla 6, og takið eftir hvað kemur fram í versi 4. Að þeim dögum liðnum skaltu síðan leggjast á hægri hliðina. Þá skaltu bera sekt Júdamanna í 40 daga, 1 dag fyrir hvert ár. Hér enn og aftur spádómur sem að spámaðurinn Esekiel fékk, og enn og aftur skal sektin eða syndin, misgjörðin, berast í 1 ár fyrir hvern dag. Svo þegar við komum til Daníelsbókar, kafla 9, þá talar engillinn Gabríel einnig sekt sem skal berast í þessar 70 vikur. Og við munum sjá, þegar við lítum á dagsetningarnar, að þessar 70 vikur tákna einnig ár. 70 vikur eru 490 dagar. Svo þessi spádómur varir í 490 bókstafleg ár. Hvenær mun þetta tímabil hefjast? Lesum áfram. Svo ég hef valið að lesa vers 25 frá Viðeyjabiblíunni, að því að þar það best þýtt frá grunntextanum. Takið eftir því sem að stendur. Vit þá og hygg að, sem sagt takið eftir, frá þeim tíma að sú skipun útgengur að Jerúsalem borg skuli uppreist og byggð verða, og allt til þess smurða til höfðingjans, sem sagt til Messiasar, eru 7 sjöundir og 2 og 60 sjöundir. Hvað þýðir það? Það þýðir, með öðrum orðum, við höfum 60 sjöundir sem eru 60 vikur pluss 2 vikur pluss 7 vikur. 60 pluss 2 pluss 7. Það gera 69 vikur. Svo með öðrum orðum, þá Gabríel hér að segja, takið eftir, frá þeim tíma að skipunin gengur út að Jerúsalem borg skal endurbyggjast, fram að komu Messiasar eru 69 spádómsvikur. Hversu margar vikur byrjuðu þið með? 70 vikur. 70 vikur eru 490 dagar, sem eru 490 ár, og tíminn frá boðinu að endurbyggja Jerúsalem til komu Messiasar eru 69 af þessum 70 vikum. Það gera 483 ár. Það langur tími. Næsta spurningin þá, hvenær gekk þetta boð út? Ef þið flettið upp í Esrabók, kafla 7, og lítið á vers 7, þá fáum við boðið að endurbyggja Jerúsalem og í hvaða ríkisári
þetta boð gekk út. Fyrstu 2 voru eingöngu til þess að endurbyggja musteri sjálft, en þriðja boðið var til þess að endurbyggja Jerúsalem og múrana og alla borgina, og það er jú það boð sem verið að lýsa hér. Hvenær gekk það boð út? Í fylgd Esra kafla 7 þá getum við séð út frá sögunni að það boð gekk út árið 457 fyrir Krist. Það er upphafspunktur þessa spádóms. Svo frá árinu 457 fyrir Krist eiga að líða 483 ár þangað til að frelsarinn, Messías, mun birtast. Hvaða ár er það? Ef við förum 483 ár fram í tíman og höfum árið 457 sem byrjunarreitin, þá komum við til ársins 27 eftir Krist. Spurningin er þá, hvað gerðist árið 27 eftir Krist? Gerðist eitthvað yfir höfuð? Lítum á. Flettið með mér til Lúkasaguðspjalls 3. kafla og lesið með mér vers 21. Er allt fólkið lét skýrast, var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við, hann gerði bæn sína, að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa, og rödd kom af himni: Þú ert minn elskaði sonur, af þér hef ég velþóknun. Svo það var hér að Jesús var smurður með heilugum anda og hóf sína göngu sem Messías. Hvenær gerðist þetta? Við fáum að vita það í versi 1. Hvenær átti þessi atburður sér stað? Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara. Hvenær var 15. ár Tíberíusar? Það var árið 27 eftir Krist. Einmitt eins og spádómurinn sagði. Með þessu vitum við að Jesús er Messías. Biblían er áreiðanleg að því að spádómar hennar hafa uppfyllst, og nú vitum við hver er fjórði mátturinn eða fjórða ríkið sem að myndi koma eftir Grikklandi. Hvaða ríki stjórnaði Tíberíus? Tíberíus stjórnaði Róm. Svo Róm er fjórða veldið sem að kemur fram hér í Daniel kafla 9. Lesum áfram í 9. kafla Daniels frá versi 26 og áfram. Hvað mun Róm gera og hver er viðurstigð eyðileggingarinnar? Lítum nú á vers 26 til enda kaflans. Að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu, svo hann mun deyja. Herleiðtoginn okkur sem koma skal mun eyða borginni og helgidónum, en hann mun farast í flóði. Tortímingin er fyrirhuguð, uns hernaðinum líkur. Svo Messías mun deyja, og eftir það mun herleiðtogi ganga gegn borginni og tortíma Jerúsalem og musterinu sem í því er. Þess vegna sagði Jesú við lærisveina sína í upphafi 24. kafla Matteusarguðspjalls: Sjáið ekki að það mun ekki steinn standa yfir steini í þessu musteri, allt mun tortímast.
Hann fékk þær upplýsingar úr þessum kafla. En hvað annað mun Messías gera? Það stendur, hann mun gera traustan sáttmála við marga í 1 viku. Muniði, það voru 70 vikur. 69 náðu til frelsarans og hér stendur að í þessa síðustu viku af þessum 70 vikum mun frelsarinn, mun Messías gera sáttmála við marga. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórnir og matfórnir. Við vitum út frá Nýja testamentinu að Jesús starfaði í 3,5 ár, hálfa viku, hálfa spádómsviku, og í miðri þeirri viku var Jesús krossfestur og við lesum að sláturfórnirnar hættu. Jesús, sem var fórnarlambið, hafði með fórn sinni friðþægt fyrir syndir Ísraels og allra. Við horn altarisins verður viðurstyggð eyðingaleggingarinnar, uns hinn fyrirhugaða tortíming steypist yfir viðurstyggðina. Og þá höfum við það. Eftir að Jesús hafði fært fórn sína, þá starfaði hann í gegnum lærisveina sína í 3,5 ár í viðbót, en það endaði með því að leiðtogar gyðinganna hófu ofsókn gegn kristnum. Það endaði svo með því að rómverski herforinginn Títus var sendur til þess að tortíma í Jerúsalem, sem hann gerði árið 70 eftir Krist. Borgin var tortímd ásamt musterinu. Allt var lagt í rúst. En þegar að hinni kristnu sáu Títus koma, þá mundu þeir eftir spádómi Jesú og þeir vissu að þeir þurftu að koma sér út úr borginni, sem þeir gerðu. Og sagan segir okkur að enginn kristinn dó í þessari árás. Hvað höfum við þá lært? Við höfum þar með lært hver þessi 4 ríki eru. Babylon, Medar og Persar, Grikkir og svo Róm. Spádómarinn segir þar af leiðandi að Rómaríki skyldi ekki vera yfirtekið af öðru ríki, heldur mun Rómaríki klofna í 10 konungsríki. Og meðal þessari ríkja mun annað ríki uppræta 3, ofsækja Guðs fólk og gera allt þetta í 3,5 spádómsár. Við munum í næsta kafla líta á þetta vald sem kemur upp úr Rómaríkinu eftir að það hefur klofnað. Sjá hvað það er, hvað það mun gera og hvað mun gerast við það á endanum. Þangað til, may Guð blessi ykkur með því haldið áfram að rannsaka hans orð.